Jæja, þá erum við komin til Asíu og glærurnar Asíu í tvennu lagi. Þannig að við skulum kíkja á fyrripartinn núna. En markmiðið með Asíukaflanum að þið þekkið landslag og náttúrufar í Asíu. Ólík svæði álfunnar. Þið eigið að þekkja náttúruauðlindir og atvinnuhætti. Þekkja ólíkan efnahag á milli svæða þarna og ódýrt vinnuafl. Þekkja Indlandsskaga og Kína, Silkiveginn og Taj Mahal og þriggja-gljúfra stífluna, en þetta síðasta hérna í seinni hlutanum. En við skulum vinda okkur áfram. Asía stærsta álfan. Himalajafjöllin eru mesti fjallgarður heims. Þau eru liggja hér fyrir norðan Indland, Himalajafjöllin eru hérna, og þau hafa gríðarlega mikil áhrif á allt loftslag og náttúrufar í Asíu. Hérna hæsta fjall í heimi, Everestfjall, það þetta hérna, og næststærsta fjall í heimi hér, K2. Everestfjall 8.848 metrar og K2 8.611 metrar. Og það þykir voðalega fínt sport að klífa þessi fjöll eins og við vitum. Nú má segja að stóru fljótin í Asíu sem við kíkjum á seinna, sem að renna úr Himalajafjöllunum, Gulafljótið í Kína, Yangtze-Kiang eða Yangtze-fljótið hérna, Mekong, Brahmaputra, Ganges og Indus hérna. Þetta eru að einhverju leyti lífæðar Asíu og við höfum eftir að skoða það eins betur. Nú, það margt stærst og mest í Asíu og Kaspíahaf sem hérna stærsta stöðuvatn í heimi. Þetta landlukt, þetta kallað haf, en þetta í rauninni stöðuvatn. Baikalvatn hérna austur í Asíu dýpsta vatn í heimi og þar eru mestu ferskvatnsbirgðir heims samankomnar, og hér fyrir austan Kaspíahafi hérna Aralvatn sem eitt mesta umhverfisslys í sögu jarðarinnar, og einhverjir sem hafa áhuga á umhverfismálum ættu að skoða það sem valverkefni. Hvað gerðist við Aralvatn? En við skulum aðeins halda áfram og kíkja á ofnar. Í Kína, eins og ég sagði áðan, eru Gulafljótið og Yangtze-fljót. Gulafljótið hérna og Yangtze-fljót hér mikilvægustu ofnar, og þær hafa í gegnum tíðina flætt yfir landið í kring og borið með sér mjög mikið af framburði úr Himalajafjöllunum sem hefur veitt áburði hérna á landin, og hér eru frjósömustu landbúnaðarsvæði heimi, liggur við að segja, og einna þéttust byggðin hérna í öllum heiminum. Nú í Indlandi og Bangladesh eru Ganges sem kemur hér, sem heilagt fljót á Indlandi, Brahmaputra sem kemur hér frá gegnum Bangladesh, og Indus hér á milli Pakistan og Indlands. Og í Víetnam enn eitt stórfljótið, Mekongfljótið. Það rennur hérna niður. Nú, eyjar sem við þurfum að þekkja í Asíu, ef við byrjum hér fyrir sunnan þennan skaga sem heitir Kamtjatkaskagi, eru Kúrileyjar, þá taka við Japanseyjar, Fílipseyjar, Indónesía hérna, Java og Sumatra, og hér fyrir sunnan Indland Sri Lanka sem einu sinni var kallað Ceylon. Þetta þurfum við í þessa stóru parta af Asíu, þessa mikilvægu parta þurfum við að þekkja og kunna. Og skagarnir hérna, Arabíuskaginn, Indlandsskagi og Suðaustur-Asíuskaginn hérna, það sem eru Víetnam, Laos, Tæland, Kóreuskagi hér. Þetta þurfum við alltaf að skoða á korti og þekkja.
Nú, Asía í öllum loftslagsbeltum, nær alveg frá langt fyrir norðan norðurheimskaut, hér Rússland og alveg suður að miðbaug, hérna hitabeltisloftslag á eyjunum í Suðaustur-Asíu. Hér inni meginlandsloftslag, steppuloftslag, hérna heitt á sumrin og kalt á veturna. En hér á austurströndinni, bæði á Indlandi, í Indónesíu á eyjunum og í Kína, í Indókína sem kallað hérna þetta svæði með Víetnam og Laos og Tælandi, og hér fyrirbæri, ríkjandi veðurfyrirbæri sem kallað monsúnvindur. Monsúnvindurinn þannig að á sumrin að þá blæs hann af hafi inn yfir landið. Þá kemur vindurinn hérna af hafinu og inn á landið og rakur og hérna rignir þá. Á sumrin rignir og þá hægt að rækta mjög mikið hrísgrjón og allt sem að þeir rækta hérna. Á veturna snýst þetta við, þá fer vindurinn að blása frá landinu og út yfir sjóinn og þá þurrkatíminn. Og þetta fyrirbæri ríkir á þéttbýlustu svæðum jarðarinnar í Suðaustur-Asíu. Og ástæðan fyrir því að monsúnvindurinn verður til vegna þess að á sumrin þá hitnar landið miklu meira. Þá skín sólin hérna, landið hitnar, það myndar lágþrýstisvæði sem að loftið leitar upp, heita loftið leitar upp og kalda loftið á hafinu snýst við, blæs yfir landið þegar það hækkar sig upp hérna hjá Himalajafjöllunum, þá kólnar það og rignir. Á veturna snýst þetta við, þá verður sjórinn hlýrri heldur en loftið hérna og það tekur að blása frá landinu út yfir sjó og þá þurrkasvæði hérna, þá verður allt þurrt. En þetta sem sagt ríkjandi veðurfar þar sem að þéttbýlustu svæði jarðarinnar eru. Hér Asía sem sagt bæði stærst og fjölmennust heimsálfanna. Þar strjálbýlustu hlutarnir eins og Himalajafjöllin og líka þau þéttbýlustu Suðaustur Kína, Indland og Sumatra í Indónesíu. Singapúr, Japan, hlutar af Kína eru rík en í Bangladesh og Nepal mikil fátækt. Og hérna Everest fjall 848 metra hátt og hér eru hrísgrjónaakrar í fjallshlíð eins og þið sjáu. Það búið að gera hér garða allstaðar í fjallshlíðinni þar sem að vatn situr fyrir innan, þar sem að hrísgrjónaplantan vex. Nú hér kort sem sýnir þéttbýlustu hluta, hvar fólk býr í Asíu. Hér búa ekki margir í Himalajafjöllunum eða Mongólíu, Kasakstan, hér uppi ekki mjög margir íbúar. Hver lítill punktur milljón. Hérna í Bombay sem að nú heitir reyndar Mumbai 10 milljónir íbúa. Þannig að þið sjáu hvernig þéttbýlið hérna með ströndinni og við vorum að tala árnar áðan hérna, Brahmaputra, Ganges, Indus og hér reyndar með ströndin á Indlandi og hér Gulafljótið og Yangtze-fljótið. Hérna þéttbýlustu svæði á jörðinni. Við sjáum hvað Japan þéttbýlt. Þetta þurfum við að kunna og skilja. Nú, eitt af því sem við þurfum að skoða líka í Asíu vinna. Við hvað vinnur fólk. Því miður það svo að vestræn ríki, vestræn fyrirtæki láta mjög gjarnan framleiða vörur fyrir sig í Asíu. Og við þekkjum fyrirtæki eins og fataframleiðendur, íþróttavörur, rafeindafyrirtæki, þeir sem búa til síma og tölvur og slíkt. Þetta mjög gjarnan framleitt í Asíu. Ef þið skoðið bara miðana á fötunum ykkar, þá stendur mjög líklega Made in China, Made in Vietnam, Made in Indonesia, Made in India á fötunum ykkar.
og það einfaldlega vegna þess að vinnuafl mjög ódýrt þarna og fólk sem fær lítið borgað fyrir vinnuna sína býr til það sem við kaupum ekki svo mjög dýru verði og það sem kannski verst af öllu það að víða eru lítil börn látin vinna og þræla í verksmiðjum kannski 12-14 tíma á sólarhring við að sauma svo föt sem við kaupum ódýrt hérna á Vesturlöndum. Og þetta eitt af því sem einhver ætti kannski að taka fyrir og skoða í valverkefni. Nú, náttúruauðlindir eru miklar í Asíu, 60% af olíu og gasforða heimsins í Asíu. Kol og járn að finna í Kína og Rússlandi. Suðaustur Asíu tin, báxít sem álið búið unnið úr finnst á Indlandi og mikil fiskimiðir í Kyrrahafi. Og náttúrulega allstaðar ferðamennska og annað slíkt en við kíkjum aðeins á það betur á næstu klærum, í næstu klærapakka en núna skulum við kíkja á fyrstu skylduverkefnin í Asíu eftir þetta.